Herðu, hann kominn hingað, hann Atli Viðar Thorsteinsson, starfsmaður Rauða krossins. Herðu, þú komst hérna daginn og við vorum að ræða svona stöðuna í flóttamannamálum og mér fannst ég að skilja það betur. Svo hlusta maður umræðuna og það passar ekki alveg saman. Það sem svona ástandið svo þú lýsir og svona hitin og vandamálið sem eru lýst í umræðinni. Hvernig, má ég spyrja það því, hvernig þegar þú ert að hlusta á umræðið í þinginu, hvað heyrir þú? Það er kannski svolítið erfitt að festa fingur á hvað umræðan snýst nákvæmlega. Hún fer svolítið út á suður og mér finnst líka að umræðan tengslu við frumvarpið hafi litast svolítið af atriðum sem voru svo ekki í frumvarpinu. Þannig að umræðan hefur verið dálítið skringileg svona undanfarna daga og undanfarna vikur. Og það er svolítið erfitt að átta sig á því hvað ná að snúast í raun og veru. Af því að það verið komið inn á svo margt. Þetta stjórnlaust ástand, hér meiri hluti með tilhæfulausar umsóknir. Við fyrir bara yfir þetta. Er stjórnlaust ástand? Nei, það er ekki stjórnlaust ástand að okkar mati. Þetta er eins og vegar stórt verkefni og mikil áskorun fyrir samfélagið. Þetta er mesti fjöldi flóttamanna sem hefur komið til landsins á einu ári og það er áskorun út af fyrir sig og ekki geta að gera lítið yfir henni. Og maður sér vandamálin við bara að finna húsnæði, maður sér vandamál við að koma krökkum í leikskóla og skóla. Já, það er eins og við kannski kjósa frekar líta á þetta ákveðna áskorun en er ákveð verkefni sem hægt er að ná utanum. Og ég myndi segja það að stjórnvöldum hafa tekist það bara svona almennt býsna vel. Þau hafa komið fólki í húsnæði, Rauði krossinn var beðinn að opna fjöldahjálparstöð og þar hafa komið í gegn eitthvað 200 manns. En flestir hafa bara verið þar örfá klukkutíma eða kannski 1-2 nætur, ekki meira en það. Og þá hefur þjónustuteymi Vinnumálastofnunar tekist að koma fólki í úrræði annar staðar. Og ég held að það með bara rósa stjórnvöldum fyrir það. Við heyrum svona nú bara í dag frá Vestmannaeyjum eitthvað að uggur í bæjarstjórninni að því að verið var að semja eitthvað húsnæði í Árborg í gær. Við heyrum svona fréttir eins og við heyrum að erfiðleikunum, skiljanlega. Það er ekki fréttir allt sé í lagi, það hefur aldrei verið frétt. Þannig að þá bara þannig að þetta er svo stórt og mikið, það er svo mikið fjöldi, að eitthvað svona þótt að sargi aðeins í hér og þar er ekki vandamál. Nei, ég held að svona almennt með að segja það að þetta gangi bara vel og líka miða við þennan fjölda. Það er allir að gera sitt besta og svo er kannski einhverjar bæjarstjórnir eða sveitarfélög sem að íhuga einhverju efi, kannski ljósa umræðanir eða eitthvað slíkt. Og ég held að því meira að bara áræðanlegum upplýsingum sem fer í loftið þennan málaflokk. Og umræðan hefur ekki skaffað það, ekki umræðan sem þú varst að lýsa áðan, hún skaffar ekki áræðanlegur upplýsingar, hún skaffar svona glundróða og óvissu. Já, hluta til hefur hún gert það. Ég held að mig alveg segja það og við höfum reyndar sagt það í Rauða krossnum og svona komið fram á leiðrétt ákveðin atriði sem hafa komið fram í umræðinni. Auðvitað kunni vera skipta skoðanir og það er svo sem allt í lagi líka, en ég held að í svona viðkvæmum málaflokki svona viðkvæmar skuldbindingar Íslands verði að vanda umræðan og nálgast hann af mikilli yfirvegun og horfa á tölur og setja það í samhengi við það ástand sem við erum að horfast í augu við. Það er ekki bara átök í bakgarðinum hjá okkur í Evrópu, í Úkraínu, sem hefur valdið því að 8 milljónir hafa flúið land. Heldur hafa bara á undanförnum árum fjöldi flóttamanna aukist 20 milljónir og það er ekki sem að tala. Mikil fjölgun tilhæfulausra umsókna, er það rétt? Nei, það er ekki í samræmi við okkar reynslu og þær tölur sem við erum að sjá. Og íslenskar stjórnvaldsstofnanir hafa raunverulega svarað þessu sjálfar af því að 80% af þeim sem er að sækja heila á Íslandi fá vernd og þetta eru náttúrulega alveg Úkraínu fólk og fólk frá Venesúela. Svo er líka fólk frá Palestínu, Afganistan, Sómalíu. Þannig að þessar íslensku stjórnvaldsstofnanir eru ósamlega þeim fullyrðingum sem hafa komið fram að það sé mikið tilhæfulausar umsóknir. Mér fannst þessi umræða að byrja í haust þegar Jón Gunnarsson fór að tala það að stjórnlaus fjölgun flóttamanna væru að kollvarpa öllum grunnkerfum samfélagsins. Ég veit ekki hvort að þið getið metið það, hvort að
húsnæðiskerfið, skólakerfið, heilbrigðiskerfið sé undir það búið að taka við fjölgun flóttafólks. Já, það kannski, það sem við getum bara hort á bara staðan í dag og til dæmis tekið þessa tölu umsækjenda sem hafa komið á þessu ári sem eitthvað 3.200-300 manns allt í allt, sem veruleg aukning frá fyrri árum, en þegar maður spyr sig þetta há tala, þá bara ágætt eins og við höfum oft nefnt að setja hann í samhengi. Hún há í samanburði við til dæmis bara þann fjölda Íslendinga sem flest til og frá landinu á hverju ári, þá þann fjölda íbúa EES sem kemur hérna til að stunda nám eða vinnu við þá 1,5 milljón ferðamanna sem heimsækir Ísland á hverju ári, eða í hvað samhengi hún há. Og við höfum nú talið, og ég vona að flest séu sammála því, að Ísland eigi nú að standa styrkari fótum eins og að innviðir bresti við komið 3.000 flóttamanna sem að flýja bara til að bjarga lífi sínu, og það að veita hæli mannúðaraðgerð, má ekki glemma því, og bara í samræmi við skuldbindingar. Og Íslandi hefur reyndar, það hefur reyndar komið hérna mikill fjöldi flóttamanna áður, ef ég má aðeins bara svona sveigja hugtakið, bara í eldgosinni í Vestmannaeyjum þegar komið hérna 4.000 manns, rúmlega jafnvel 5.000 upp á land með stuttu fyrirvara. Og svo hafa Íslendingar flúið land í gegnum tíðina. Hér eru mjög óblíð náttúruskilyrði, hér hafa orðið hamfara eldgos, og það má vel vera að slíkt gerist aftur, vonandi ekki. Það getur komið annars konar atburðir. Það sem Íslendingar þurfa að flýja land, og þá gott að vera hluta af þessu samtryggingakerfi sem flóttamannasamningurinn og bara alþjóða samstarfið Þannig að þegar það verið að tala álag á grunnkerfin, sem ég held að flestir átti sig á, það álag á grunnkerfum. Það ekki, húsnæðiskerfi ekki tilbúið, heilbrigðiskerfi ekki tilbúið. Og ef við tökum bara þetta ár, það eru 3.000 flóttamenn, en það eru 6.000 innflytjendur sem að koma hingað til þess að byggja og reka ferðaþjónustuna. Það eru 9.000 erlendis ríkisborgarar sem hafa komið til Íslands á þessu ári. Íslendingum hefur ekki, þeim hefur fækkað, það eru fleiri sem að flytja af landinu heldur en að koma. Þannig að þetta aukningin. Síðan náttúrulega ferðamannastraumurinn að koma í gang aftur. Og ég veit ekki hvort að sé þetta reikna álagið miða við íbúa yfir sumarið, en það eru líklega einhverju 2.000 sem að munurinn á ferðamannastraumunum núna í ár og í fyrra. Finnst þér að ósanngjarnt að það sé verið að benda á ef að 80% af þeim flóttamönnum sem koma hingað fá vernd, þá eftir 20% sem að koma hingað að það sé ástæðan fyrir því að það hriktir í grunnkerfunum? Nei, já, kannski rétt með að sjá samhengið í því, ef ég skil spurninguna rétt. Já, ég spurði hvort það finnst þetta ósanngjarnt að í umræðinu þann þol grunnkerfana sé bent á þennan hóp. Ég held að það grundvallar mannréttindi að geta komið og sótt hæli. Sá réttur varin í mannréttindi yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem eins og við vitum samþykkt eftir stríð, og allt mannréttindakerfi byggir á henni. Það gerir mann ekkert að vera mannesku að hafa nýtt hennar rétt, flýjandi einhverja aðstæður sem maður telur sig ekki geta verið í, og stjórnvöld kunna komast annarri niðurstöðu. Það þarf ekki endilega að vera misnotkun á hæliskerfinu eða verndarkerfinu sem slíku, og tengsli við spurningunum þína með kerfi, ég nægin ekki alveg. Nei, ég að tala að því að það álag á kerfin sem voru fyrir, það voru ekki sterk fyrir. En núna þessu ári þá hefur ferðamönnum fjölgað umtalsvert. Ég held að sé ekki hægt að kenna þessum 20% og þetta lægri tala þetta sem þú vorst að nefna. Ég held að það sé svolítið langsótt. Já. En nú munum koma fleiri flóttamenn, og það meðal annars út af erfiðleikum í húsnæðiskerfinu og öðru slíku. Það vantar húsnæði í Íslandi. Að þá hefur verið að fara að leita húsnæði svona hér og þar, á Eiðum, Kumbaravogi. Það með að heyra nöfn sem að voru hér áður í umræðinni, voru ýmiss konar hæla og fleira. Erum við að fara að horfa á það? Það séu svona flóttamannabúðir hér og þar í yfirgefnum
hælum og hirðaskólum? Já, ég myndi nú ekki ganga svo langt að kalla það flóttamannabúðir. Ég held að þetta sé meira að hugsa sem skammtíma úrræði fyrir þá sem eru þá komið með vernd á Íslandi, af því að við stöndum frammi fyrir þessum húsnæðisvanda og áskorun. Þannig að ég held að það sem að stjórnvöld að gera með Vinnumálastofnun og félagsmálaráðuneyti broti fylkinga einfallega að koma fólki í skjól. Það kannski nummer 1 og 3 og það hvort sé besta húsnæði eða fullkomið. Ég held að bara í ljósi aðstæðna sé þetta bara svo laust sem upp á borðinu og ég veit að það unnið af því öllum árum að tryggja fólki húsnæði þannig að það hafi þak yfir höfuðið og svo verður bara svolítið að ráða inn á ráðast á næstu mánuðum hvernig spilast úr stöðinni. Það vantar húsnæði þannig að við getum fyrir að sjá gámabyggðir eða eitthvað. Það gæti alveg farið svo. Og ég held að það sé líka átt að hugsa sko að því að nú erum við að tala um 3.300 mann sem hafa komið á árinu og hvort að það endi í 4.000-5.000 þegar árið er liðið. Og svo tekum við annað ár og ef að átökunum linnir ekki í Úkraínu og þá getum við alveg hort á eitthvað sambaralegt ár. En við getum líka myndað okkur verri sviðsmyndir satt fyrir fólk. Það ef að átökin breiðast eitthvað út og þá getum við verið að horfa á einhverja herritölu jafnvel. Og við tölum það í Rauða krossinum 2016 þegar að var dálítið panikinn í kerfinu þegar að komið inn að 1100 manns. Kannski verður þetta bara generalpröfa því sem að koma skildi vegna þess að við vitum að fleiri og fleiri að leggjast á flótta. Það eru loftslagsbreytingar sem að valda þurrkum, samkeppni auðlindir sem ofbrýst út í átök og svo framvegis. Þannig að ég er ekki að spá einhverju ofsalega svartri mynd á næstu árum en það getur alveg farið til verri vegar. Þannig að þessi tala eftir eitthvað tíma þykja ekki á heldur. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að þau sem að taka þátt í umræðinu og taka þátt í lagasetningu og ákvarðanatöku nálgist þetta af yfirvegun og ekki í einhverju kannski svona paniki eða einhverjum ótta hvernig ástand að þróast. Er mikil breyting í frumvarpinu? Við höfum bara eftir að kynna okkur það betur. Það ekki búið að ræða það fyrstu. Það ekki eins mikla breytingar og mátti ráða kannski af umræðinni fyrir nokkrum vikum? Ég held að það hafi margir eitthvað haldið að það yrði komin inn í frumvarpið ákvæði sem að kannski endurspegla umræðu liðin að vikna einhverju leyti. Það hefur sýnist mér í fljótu bragði ekki hafa gerst. En svo annað frumvarp sem líka verið að leggja fram. Það landamæri og við erum að skoða það dálítið gaumgæfilega hvort að það geti mögulega rýrt eða vegið að rétti fólks til þess að sækja alþjóðlega vernd og erum bara að skoða það. Þannig að fólk kæmist ekki hingað? Já, eða væri jafnvel snúið við að landamærunum vegna þess að það uppfyllir ekki skilyrði til þess að geta gengið inn í landið. Það verður minna rætt um það frumvarp eða þær hugmyndir? Já, það bara til meðferðar í allsherjarnefnd og voru sendar út umsóknarbeiðnir núna fyrir 2 vikum eitthvað svoleiðis. Inn í umræðinu hefur líka komið það sem litið á flóttafólk sem einhvers konar mannauð sem að okkur vantar. Það talað að atvinnuleysi aldrei verið minna, það hefur verið minna eftir hrun, en það hefur aldrei verið meiri vöntun á starfsfólki eins og núna, ekki síðan 2007, ef ykkur vill reyna að muna það ár. Hvað finnst þú þá umræðu? Að við höfum bara að taka fagnandi, okkur vantar fólk, okkur vantar vinnuhendur. Það var svolítið verið að líta á fólk sem að flýja óbærilegar aðstæður sem svona eitthvað sem við getum notað og nýtt. Ég held að flesti þeir sem að flýja ástand sem að þeim ekki vært í og koma til annars lands, að borða í Ísland. Samkvæmt okkar reynslu þá flestir áfjáður það að taka þátt í samfélaginu, leggja eitthvað mörkum, verða nýtir samfélagsþegnar og ég hefur atvinnuþátttaka flóttafólks verið mjög há. Þannig að án þess að segja að það sé leiðinin, þá sjálfsagt að nota þessa afleiðingu af flóttamannastraumi og leyfa fólki að vinna fyrir sér og leggja eitthvað til samfélagsins. Er þetta metað einhvern veginn? Getið þið séð á ykkar reynslu?
hvað flóttafólki sem hingað komið, hvernig það hefur farið út í samfélagið? Hvernig? Já, sko, við erum ekki mennandi tölur, því miður, og það var gerð rannsókn fyrir nokkrum árum af Alþjóðamálastofnun, ef manni rétt, sem var þá endurtending á rannsókn sem var gerð 2005, þar sem atvinnuþátttaka og traust flóttafólks á samfélaginu og lögreglu á Alþingi og sem heilsustofnunum á Rauða krossinum var mjög hátt. Rannsóknin sem var gerð fyrir nokkrum árum var held í takti við þessa niðurstöður, en það vantar að gera frekar rannsóknir og rýna inn í bara hópana og sjá hvar pottur brotinn og sjá hvernig hefur gengið með það markmið að bæta þessa gagnkvæmu aðlögun þeirra sem hingað koma og þeirra sem eru hérna fyrir á fletti. Og bæta náttúrulega umræðina svo við vitum hvernig reynsla íslensk samfélags að móttöku flóttafólks. Já, sjálfsögum, en allar rannsóknir og öll svona rýnið til gags á að einmitt að verða til gags. Herðu, Atli Verð, þakka þér kærlega fyrir og við ætlum að snúa okkur að næsta máli. Ég veit ekki alveg hvort það sé femínska fréttir eða dönsk stjórnmál.